Já, það kom hérna úttekt gæða og eftirlitsstofnun velferðarmála þar sem að kom í ljós að þjónusta margra sveitarfélaga við fatlaða var, já, svo sagt í skötulíki. Ég ætla að fá að ræða hérna aðeins við Ölmu Ýr Ingólfsdóttur sem formaður upp í þetta mál. En mér langar samt að byrja á að því að svo stutt síðan að Alþingi samþykkti samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Að þú myndir aðeins gefa mér hérna hugmyndum það hver væri svona réttarbótin sem fólst í því með að Alþingi samþykkti samningin. Já, takk fyrir. Samningurum var lögfestur núna fyrir 2 vikum cirka og af Alþingi þar sem að 45 hérna greiddu atkvæði og 5 sessat greiddu ekki með. Þetta myndi þá túlkast þannig að núna þessi lögfesting hefur það för með sér að það er ákveðnu réttar óöryggi 1. Þannig að réttar vissan er í rauninni ríkari. Og þannig er þá núna þannig að fólk geti borið samningin fyrir sig, fyrir dómstólum, ef þannig ber undir. Þannig að það er hægt að nota hann þá bæði með bara íslenskum lögum og svo núna samningnum að því hann náttúrulega bara lögfestur í heild sinni. Hvað er í samningnum sem ekki var í lögum? Sko það hefur verið undanfarið, verið að innleiða ákvæði samningsins inn í íslenska löggjöf. En nú er hann bara í heild sinni, bara eins og hann birtist bara á alþjóðavettvangi líka. Þannig að þarna er í rauninni, þetta er ekki ný mannréttindi, heldur er þetta útfærsla í rauninni á mannréttindum sem þegar eru til staðar, en þá með raunveruleika fatlaðs fólks að leiðarljósi. Þannig að þarna er verið að skýra kannski svona í rauninni betur hvernig raunveruleiki fatlaðs fólks birtist og er, þannig að það svona styrkir í rauninni þessa réttindabaráttu og þessi réttindi. Var Ísland aftarlega í rauðinni við að lögfesta? Já. Nei, ekki beint, en þetta fenn náttúrulega sko allt eftir því hvernig í rauninni stjórnskipan hvers lands er. Og hér er þessi tvíeðliskenning þar sem að Ísland Íslands stjórnvöld byrja á því að löggjafinn að hérna innleiða ákveði mannréttindasamninga eða alþjóðasamninga í innlenda löggjöf. Þannig að sko mér hugnast svo aðferð betur persónulega þar sem við viljum svona allavega þá geta fylgt því eftir hvernig hlutirnir eru í stað þess að í rauninni bara lögfestan strax en ekkert skoða hvernig í rauninni lög og reglugerðir eru. Þannig að þessi aðferð hugnast mér persónulega betur og ég held að við séum alveg góðri leið með að gera það sem okkur ber en svo er kannski bara framkvæmdin sem að kannski í rauninni er flóknari og erfiðari og torveldari. Þjónusta við fatlað fólk er á vegum sveitarfélaganna. Jú. Og þessi úttekt gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála dró fram að þau eru standa sig misvel. Já. Er ástæðan svo að sum sveitarfélög eru of veik til þess að geta veitt þessa þjónustu? Sko, já, það má örugglega að bera því við, en svo líka, sko, kannski svo það sé ekki endalaust verið að hérna, ég raunin kannski fyrra þau ábyrgð, að þá eru samt 15 ár tæp síðan að yfirfærsla málaflokksins fór yfir til sveitarfélaga, þannig að þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað nýtt. Þannig að hvort þau standi veik að veita þjónustu er kannski eitt en að verða kannski við í rauninni eins og kemur fram í þessari skýrslu það sem bara vera að kalla eftir upplýsingum. Hvernig er þjónustan veitt? Er hún veitt? Eða eru til viðmið eða verklagsreglur? Það er svo allt annað þannig að ég held að ekkert sveitarfélag sé veikt til þess að geta staðið vel að því. Já, það er stundum sagt að sveitarfélögin séu mörg og eiginlega of lítil til þess að geta veitt þessa þjónustu. En í sjálfu sér þá hafa þau möguleika á því að búa til einhvers sonar samlög eða keypt þjónustu af öðrum eða veitt hana í félagi við aðra. Já, það eru nokkur sveitarfélög sem eru með svona þjónustu svæði þar sem að þessi tiltekna þjónusta þá er veitt. En mér finnst svona kannski verst að þegar þú ert ekki með sko, ef þú ert að veita þjónustuna að það sé ekki skýr verklag hvernig hún er veitt eða ákveðin stefnumótun í þeim efnum af því að og það einhvern veginn virðist alltaf loða við þannan málaflokk að það má vera einhvern veginn ekki alveg eins og það á að vera og það er orðið bara svona svolítið leiðileg og sorgleg staðreynd að það er einhvern veginn eins og þessi gefin slaki á í rauninni þegar komið að þessu málaflokki. Og hvað heldur það sé?
Kannski bara einhver, sko, án þess að maður ætla einhverjum illt, að ég veit ekki, kannski er þetta orðið bara einhver menning. Samfélagið hefur kannski, árum saman litið svo á að það styrfi ekki og það kannski ratast þar inn en sem betur fyrir eru þarna sveitafélög sem geta þá verið fyrirmynd annara í að gera þetta vel og betur. En samingi að eftir því sem að sveitafélögin eru stærri, því betur að verki staðið? Sko, það virðist nú vera allur gangur á því og auðvitað kannski þegar þjónustan meiri og málaflokkurinn stærri innan hjá stærri sveitafélögurum að þá það kannski auðveldara en alls sko án þess að maður ætla eitthvað alhæfa en við verðum líka vör við að þessi stóru sveitafélög eru kannski ekki gera eins og þau gætu gert. Þannig að já, það svona allur gangur á því. En fyrir utan smæð sveitafélagana þá hefur oft verið bent á það að sveitafélagin hafi, ég veit ekki út að segja samið af sér, en allavega komið ekki vel út úr þessu samningi, að þjónustan hafi verið miklu meiri heldur en nam fjárveitingu ríkisins sem fylgdi. Eru þá fatlaðir svona fórnarlamb þessa að sveitafélagin hafa raunverulega verið tekið á sig að veita þjónustu sem að þau hafa fjárhagslega ekki bolmagn til þess að gera? Já, ég myndi allavega að segja að kostnaður þeirri sem fá ekki þjónustuna að bara verða af henni. Og það bara í mjög mörgum tilfellum þar sem að staðan svo að fólk fær ekki lögbundna þjónustu. Sumstaðar það vegna manneklu, sumstaðar það vegna skorts á í rauninni bara verklega og að þjónustan sé í boði og svo það líka að það sé ekki hægt að verða við henni. Og fær fólk þá slík svör? Já. Ég veit þú hefur rétt á þessu en því miður getur ekki veitt þetta vegna þess að við höfum ekki mannafla til þess. Já, í ákveðnum tilfellum það svoleiðis. Það nákvæmlega þannig að það borið við bæði að það ráðningabann og svo líka að það sé ekki hægt að verða við, umsóknin þín á tiltekinni þjónustu kannski samþykkt en biðin eftir henni svo aftur á móti kannski 3 ár þar sem að í rauninni myndi maður ætla þá að það væri ekki til fjármagn til þess að veita hana. En þetta ekki almennt viðurkennt á Íslandi að stjórnvöld geta samþykkt alls konar reglur og alls konar réttindi svo kemur í ljós að þau hafi ekki efni á að veita það og þá segja dómstólar að þannig sé bara í potti búið? Jú, og við höfum rekið svoleiðis mál þar sem að í rauninni ÖBÍ þar sem að það en í raunin sko, ef þetta á fjárhagsáætlun þá einhvern veginn eins og þessi búið að tryggja að það sé allt í lagi að þú dúsir á þessum biðlista eftir þjónustunni sem náttúrulega bagalegt því að það enginn að sækja þessa þjónustu bara af því að því þetta mörgum hverjum bara lífsnauðsynleg þjónusta og við erum með stefnu stjórnvalda þar sem að felur í sér að flestir og allir eigi að vera virkir í annarkvort á atvinnumarkaði eða í samfélagslegri þáttöku en þegar þú getur ekki fengið þjónustuna þá það augljóst að þessir hópur getur það ekki. Þannig að stundum fer ekki saman hljóð og mynd. Og það í sjálfu sér viðurkennt að sveitafélög sem að telur sig ekki hafa efni á því að uppfylla þjónustuna. Já, ég meina það skýrist. Og þar með er ekki sérstakur hvati í því að uppfylla þjónustuna. Nei, og eftirliti með þessu náttúrulega mjög báborið og þarna gæða og eftirlitsstofnun að reyna að koma inn í og benda á og þarna brotalamir en svo einhvern veginn eins og það sleppi, ég meina þau fara í þessa vinnu, þau gera þessa skýrslu úttektir og hvetja sveitafélögin áfram en svo einhvern veginn svo kemur önnur úttektin og þá hefur rauninni voða lítið breyst þannig að þarna þarf kannski bara ríkjast stíga fastar inn í þó svo að sem stjórnarskrávarinn stjórnarskrávarinn réttur sveitafélaga að gera eins og þau geta og vilja kannski í sumum tilfellum en þá náttúrulega þarf kannski bara að ráðherra sem að fer með málaflokkin að stíga fastar inn í því að það ekki boðlegt að þetta sé bara ár eftir ár eftir ár eftir ár þessi staða. Og varði það að ríkisvaldið fylgist með því að sveitafélögin veiti þá þjónustu sem þeim ber? Nei, alls ekki nú. Þannig að ríkið ítti þessu bara frá sér? Já, allavega að það virðist ekki vera stigið fast þarna niður og í rauninni og þá spyr maður sig líka,
ef að það er verið að setja á laggirnar svona stofnun sem að ég er mjög hrifin af eins og Gæða- og eftirlitsstofnun og því sem að þau eru að gera og gera það mjög vel og hérna fara eftir lögum og sveitafélögum ber eftir lögum að setja sér hitt á þetta, stefnur í þessu málaflokki og svo í rauninni, og hvað gerist svo? Svo er þetta bara einhvern veginn heldur þetta áfram að verða. Þannig það er ekki ákvæði í þessu, það er ekkert Nei, þetta er náttúrulega bara Nei, og kannski er það sem akkurat þyrfti að gera. Nei, það er stundur notað í svona málum, það eru sektir víða út í heimi til dæmis, ef sveitafélög byggi ekki nógu mikið þá fóðu sektir. Já, áfellisdómurinn er mikill, þannig að maður myndi allavega ætla að sveitafélög myndu vilja að gera betur og gera það raunverulega. Því að við, ÖBÍ hefur verið að fylgjast með þessu hérna alveg síðan 2021 og svona sendum sjálf bréf á sveitafélögin varðandi óskum eftir upplýsingu varðandi tiltekna þjónustu og þá kom á daginn að hérna það var bara eftir dúk og disk og svona uppfærsla á rauninni upplýsingum og leiðbeinandi skildum til fatlaðs fólks varðandi réttindi þeirra og annað og þjónustu að hún var bara mjög báborin og svo kemur í rauninni þá Gæða- og eftirlitsstofnun og gerir frekari úttekt og Ríkisendurskoðun hefur gert það líka en það er einhvern veginn eins og það leyfist að þessi málaflokkur sé bara eins og hann er og það er svo sorglegt því að það er orðin ákveðin vitundavakning í samfélaginu og flestir vilja gera vel en það er einhvern veginn eins og þetta megi samt alltaf bara einhvern veginn eins og ég leiði mér að sletta slæta og ég er ekkert viss um að það endilega þrífist í og leyfist í öðrum hérna í málaflokkum. Þetta sé eitthvað sem við getum gert ef við höfum efnaði en ef við höfum ekki efnaði þá bara gerum við þetta ekki. Já, kannski er líka bara eitthvað svona samfélagslegt viðhorf vinnustæðar menning að þetta bara megi. Getur þú gefið með dæmi það hérna hvers konar þjónustu fólk fær ekki í þessari úttekt eða í ykkar reynslu? Já, þessari lögbundnu þjónustu. Þarna náttúrulega Gæða- og eftirlitsstofnun að horfa á þetta lögbundna hlutur sveitafélagana sem að fellur undir lög númer 38/2018 sem er það þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og þarna undir er til dæmis mikil stuðnings- og stoðþjónusta eins og til dæmis MPA eða notendastýrð persónuleg aðstoð og það er ákveðin þjónusta sem að sveitafélögum er dýr en lífsnauðsynleg fólki ef að fólk á að geta tekið þátt í samfélaginu eða bara daglegar athafnir lífs þá verður það að fá þessa þjónustu en þarna er hún sumstaðar ekki í boði, hún er sumstaðar ekki veitt en það er búið að samþykkja hana sumstaðar en þú þarft að bíða í mörg ár. En var ekki hugmyndin á bak við þá þjónustu að hún væri eiginlega jafn dýr eins og ertu ekki að tala um að þegar fólk var að ráða sjálft aðstoða fólk? Jú, þetta er, já. Ég man ekki betur en að rökin hafi verið meðal annars að þetta væri eiginlega jafn dýrt og stofnana þjónusta? Jú, en hún er bara ekki... Þannig að þá sparar ekki pening á því að segja nei? Nei, svo veltum... Nefnum veitir ekki hina þjónustuna heldur? Nei, algjörlega, en hún er ekki veitt. Hún er veitt til þeirra sem hafa fengið samninga og í rauninni já, en svo er fleira fólk að sækja ég meina við erum að eldast, okkur fjölgar, fólk slasast eða veikist á lífsleiðinni, þetta er ekki bara fólk sem að fæðist, þannig og það er alveg viðbúið, þú veist hverjir á biðlista, en samningunum fjölgar ekki. Hvar fær fólki sem á biðlista þjónustu? Já, hún er útfærð með einhverjum öðrum hætti og svo reiðir fólk sér bara á baklandi sitt og það er nú eins margvíslegt og það er Þannig að þarna kemur inn í líka, það er einhverjar útfærslur og svo er það bara í rauninni aðstandendur sem eru þá innan og sinna þessari þjónustu. Þú ert að tala um svona menningu, vinnur það á móti að svona menningarleg hugmyndum að fjölskyldan eigi að sinna veikburða einstaklingum, en ekki hið opinbera. Já, í og með myndi ég halda og það kannski endurspeglast í nýútgefinni skýrslu sem að Tryggingastofnun framkvæmdi á af hverju svona margar konur á ákveðnum aldri frá 50 upp í 66 eru komna með örorkumat. Það endurspeglast bara mjög vel þar því að stærsti hópur þar innan eru þá í rauninni mæður sem að hafa sinnt fötluðum börnum eða öðrum sem eru með þá bara langvinna sjúkdóma. Þannig að það endurspeglast þar líka og það er gerð rík krafa á að
foreldrar eða aðstandendur sínum náskildum. Og það þá dæmi að þessi kostnaður kemur fram annars staðar. Já, ég meina það segir sér sjálft að ef mæður eru á þessum aldri komnar á örorku og sko þá ekki tímabundna heldur bara ótímabundna örorku að þá eru við farin að þá það kostnaður samfélaginu. Það kostnaður sem að leggst á Tryggingastofnun en ekki sveitarfélagið í þessum málum þar sem að svona mál geta dottið á milli að þá svo tilhneiging oft að einn aðilinn hann spara við sig það sem kostnaðurinn af því leggst yfir á annan. Já, og eitthvað slíkt í þessu? Já, það hlýtur að vera. En svo líka sko ég held við séum bara svo skammsýn þegar við erum að móta einhverja stefnur eða lagabálka þá horfum við alltaf svo skamt. Við horfum aldrei heildrænt. Og það bara finnst mér alltaf hafa endurspeglast líka í þessum í stefnu síðustu ára þar sem að í rauninni verið að reyna að koma móts við að það sé engin nýgengni örorku. En samt hvatinn hann á að vera atvinnumarkaður, fólk á að fara á atvinnumarkaðin sama í rauninni eins og þetta var hver í rauninni örorkan þín var og til þess að geta sinnt því að þá þarftu kannski að hafa með þér einmitt NPA þjónustu, þú þarft að hafa með þér ákveðin hjálpartæki en það lítur inn, þú veist þetta aldrei þessi heildræna stefna en ekki það vonandi þessar nýju breytingar sem að tóku gildi núna í september eiga að varpa ljósi á hvar sleppir en þetta einhvern veginn þegar við erum að búa til eitthvað og með alls konar hugmyndir þá þetta aldrei heildrænt, það ekki verið að horfa á þetta heilt yfir og sem að kemur kannski þá einmitt niður á þessu líka. Stundum rætt það í tengslu við ýmis konar mannréttindi að ef að sigrar vinnast of snemma að þá einhvern veginn náðir ekki að festa sig í sessi. Getur það verið að til dæmis þessi notendastýrða þjónusta að hún hafi ekki sigrað hug og hjörtu nægilega margra til þess að sé svona ákafið í að kominni á legg að einhverjir inn í sveitarfélaginu lítið á þetta sé verið að neyða þau til þess að gera eitthvað sem að þau skilji ekki alveg tilganginn eða mikilvægið eða Sko, það svolítið búið að afbaka þessa hugmyndafræði sem að sjálfstætt líf felur í sér. Já. En Hvernig þá? Það búið að kannski af því að sjálfstætt líf náttúrulega bara að einstaklingurinn í rauninni ráði sér og sinni þjónustu og bara eftir í hvernig, ekki eftir dagskrá hins opinbera. En það búið að kannski í einhverjum tilfellum kannski búið að fara með of mikla heilbrigðisþjónustu inn í þetta og á sumum levelum kannski líka þar sem rauninni búið að draga úr. En eins og þetta hér að þá náttúrulega eru náttúrulega mörg sem eru með MPA og mjög stóra og mikla samninga. Það bara því að skerðing þeirra eða fötlun það mikil að hún krefst þess. Í sumum tilfellum ákveðin hjúkrunarþjónusta sem að kannski starfsmaðurinn getur veitt en þá hún samt skilgreind sem heilbrigðisþjónusta og þá þetta orðið svo flókið því að öll félagsþjónusta á hendi sveitarfélagana en heilbrigðisþjónusta á hendi ríkisins og þá kemur þessi núningur í staðan fyrir að bara þessir aðilar einhvern veginn myndu setjast niður og reyna að útfæra þetta. Hvernig viljum við gera þetta? Ekki til þess að verja sveitarfélögin heldur þess að kappkosta við að einstaklingur sem að þarf á þessar þjónustu að halda að hann bara njóti sín, að hann geti lifað eins og í rauninni hugmyndafræðin kveður á Það var eins og ríki vilji ekki koma og ganga inn í þessa samninga með hjúkrunarþjónustu þar sem að það á við svona ótta við að opna einhverja gáttir eins og ef maður reynar að hugsa eins og bókari hjá sjúkratryggingum. Ég veit ekki hvort að það endilega heldur bara, ég held að mér finnst eins og það takingin bara slæja, það rýður enginn á vað og sér, nú ætlum við að setjast niður og við ætlum bara að greina þetta og hvar eru þannig samningar sem að þetta tvennt fer saman og hvar ekki. Ég bara trúi því ekki að þetta þurfa að vera svona flókið. Það tekur eitthvað slægi nema bara þið? Já, það það enginn inn í kerfinu sem að berjast fyrir ykkur. Nei, því miður ekki nógulega ríkt. Af því að það hafa komið og það hafa verið að gera tímabundin samkomulag þar sem að ríkið stígur inni með eitthvað ákveð fjármagn þar sem á að fjölga samningum eða þetta bara dugir aldrei til og þarna kemur aftur skammsýmin í staðinn fyrir bara að
Við ætlum að greina þetta af því að okkur svo tamt að greina allt sem við erum að gera og bara komast að niðurstöðu. Þegar að þetta gerist, þá verður þetta svona. Þegar að hitt þá verður þetta svona. Af því að sko samningunum í rauninni ekki að fjölga. Þannig að heldur í rauninni ferðin bara dragast þér aftur úr, sko. Og það ekki það. Það meinar það bara að byrja þannig að aukast og það ekki fleiri að koma inn á samninga? Nei, það ekki hægt að segja það. Þannig að þrátt fyrir þennan lögbundna rétt og þessa lögbundnu þjónustu, þá það alls ekki. Og þá segja sveitarfélögin við erum bara með þetta fjármagn í þetta og það búið? Já, og sveitarfélögin segja við fáum ekki nóg og fengum ekki nóg þegar í rauninni við tökum við málaflokknum, þannig að við erum í sífelldri innviðaskuld. Ríkið segir það stendur ekki á okkur, við greiðum þegar að sótt en hvert fer þetta þá? Og við höfum kallað eftir upplýsingum það en ekki fengið svör. En að ríki heldur því fram að það séu peninga til þess að borga en sveitarfélögin bara sækja ekki Ríki segir bara við greiðum þegar að sótt að það stendur ekki á okkur en sveitarfélögin segja að það dugir ekki til. Þannig en af hverju þá, þú veist, af hverju setjast þessir aðalar þá ekki niður og bara ráða úr því hvað það sem veldur. En þetta bara ár eftir ár eftir ár eftir ár. Og engin breyting? Nei, alls engin breyting. Eru dæmi að fallað fólk hafi flutt á milli sveitarfélaga út af þjónustu? Já. Og getur ekki nefnt svona dæmi hvernig það geti litið út? Það rauninni kannski bara af því að sko ef við tölum smæðina að þá kannski bara ekki, þú veist, það bara ekki starfsfólk sem að getur sinnt þjónustunni. Það kannski ekki af því að sveitarfélag vill ekki veita þjónustuna en það bara ekki hægt. Og svo kannski líka bara, og þá oft þetta líka... það heilbrigðisþjónusta? Nei, þessa tilteknu þú veist, þessa þjónustu. Það ekki fólk sem að fara að vera nær lækni eða eitthvað slíku? Þetta þetta félagsleg þjónusta sem að... Já, eða þá bara að húsnæðið óaðgengilegt eða að það eru margar breytur þar inni. En svo náttúrulega líka hefur verið, sækir fólk í að búa hér, sérstaklega kannski á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að aðgengið betra bæði að húsnæðum, það að kannski að stofnunum og öllu því, þegar að það kannski ekki í litlum bæjarfélögum. Og svo líka að það kannski bara fæst ekki fólk þess að sinna þjónustunni. En það líka verið að sko, það náttúrulega í þessari tilteknu þjónustu, þá kannski svolítið mikil starfsmanna velta og það ekki mikil það ekki gerð kröfur fagþekkingu en við vitum að gæði þjónustunar hún eykst og betri ef að kröfur ákveðnum fagþekkingu gerð. En það virðist ekki vera í nógu mikið, sko. Þannig að þetta rosa margt sem að fer þarna undir, sko, en hefur kannski ekki verið nægilega rýnt. En með svona úttektum náttúrulega gæði eftirlitsstofnunina að reyna að komast að hvað það sem að veldur og hvað það sem að sleppir og hvað getur við gert betur, sko. En svo einhvern veginn og mér var svolítið sérkennilegt að sjá að það voru þarna sveitarfélög sem óskuðu eftir auknum fresti. Ég meina ákveðin fasi úttektarinnar sendur út sko í byrjun árs eða mitt ár 2024. Við erum að detta í 2026. Þannig að já, og það skortir ýmislegt þarna inni hvað þennan málaflokk varðar. Fólk hefur kannski mikið að gera en þetta bara ekki ofarlega á... Mikið að gera, það bara þarf enginn að segja mér að það sé ekki hægt að verða við því að svara þessum, þetta ekki mjög flókið og bara af hverju ekki verið að setja sér einhverjar verklag að því að ég lít bara þannig á að ef það ekki eitthvað verklag til inn í búsetu úrræðum hvað varðar ofbeldi gegn fötluðu fólki, að þá erum við bara ekki á góðum stað. Og það bara þannig og kemur bara Við erum ekki á góðum stað, við erum bara að heyra fréttir núna ofbeldi gagnvart öldruðum og fleira sem að koma inn í fréttir núna kannski í fyrsta skipti fyrir 2 árum eða eitthvað, við erum bara ekki komið lengra en þetta. Nei, en sko við eigum að vera komið lengra. Við hefum náttúrulega verið með alls konar úttektir á ofbeldi gagnvart fötluðum í sögunni. Já, og en það oft látið eins og það sé bara liðin tíð, það tilir í sögunni. Eða bara orðið aftur, ég ætla ekki að ætla starfsfólki neitt illt. Ef að þú uppfræðir ekki, ef við erum bara búin að samþykja það að þetta megi og við erum að tala þarna hóp
sem að kannski með engum móti getur í rauninni sótt sér rétt sinni eða láti vita, að þá er það bara graf alvarlegt. Því að það er bara þannig að fatlað fólk, sérstaklega sem að býr inn á stofnunum í svona úrræðum, er miklu útsettara fyrir hverskis ofbeldi en ekki. Þannig að þarna þarf bara að stíga rosalega fast niður. Þetta er umboðsmaður Alþingis búin að benda á í hverju einustu skýrslu sem að sama hvort það er árskýrsla eða í rauninni skýrslu sem að hann gefur út í gegnum opkatt eftirliti sem að honum ber að sinna, að þá er þetta alltaf. Og þegar að sveitarfélög eru að útvista líka verkefnum til einkarekinna aðila sem að í rauninni sjáum einhverja þjónustu, að þá er heldur líka, þá minnkar eftirliti líka, þó svo að það eigi að vera í rauninni ennþá meira. Men maður myndi halda það að myndi fylgja útboðinu kröfur sem að væri, ég meina það er eiginlega ekki hægt að útvista þjónustunni nema að hafa mikið eftirlit með henni. Já, en málið er að inn á svona bæði þetta er það sem að Geðhjálp er búið að vera að benda á síendurtekið og líka það sem að snýr inn á til dæmis bara geðdeildirnar og búsetuúrræði fyrir fólk sem er þá með geðsjúkdóma og líka í þessum búsetuúrræðum að svona tilvik það skortir skráningu. Þannig að rosalega erfitt að halda utanum eitthvað svona þegar tilvikin ekki skráð. Af því að það í rauninni búið að samþykkja að í rauninni að það megi. Og þannig erum við ekki bara að tala um ofbeldi, allt er alvarlegt í sama hvaða formið það er. En það í rauninni alltaf verið að heimila að það megi beita ákveðna þvinganir. Það ofbeldi. Það þetta að tala um einhver svona kultúr sem kannski erfitt að halda eða spyrna gegn eftirliti vegna þess að þetta eiginlega á svona óorðu svæði. Já, og það alltaf verið að í rauninni það komið með einhverjar, það ákveði, það reglur, það reglugerðir sem að segja þú mátt ekki beita þessu nema og þá þetta nema rosalega ríkt. Í stað fyrir að það sé bara, það algjört bann við. Já, og sá sem að beitir ofbeldinu hefur náttúrulega skilgreiningavaldið á hvað það nema er. Já, það rosalega fljótt að finnast allavegna og ef þetta ekki, ef við förum inn að þetta má ekki og þetta á ekki að þrífast í stað þess að vera alltaf með eitthvað heimild til þess að þá það náttúrulega auðveldur og ég tala nú ekki þegar það er mannekla. Þá breytast reglunar. Já. Stundum sagt að varðandi mannréttindi minnihlutahópa að þau séu betur geymd í svona stærri heildum. Ég tekið sem dæmi að alríkið í Bandaríkjunum gæti tryggt konum rétt til þungunarrofs á meðan að kannski einhver ríki í Suðurríkjunum gera það ekki. Þannig að konur sem að búa í Suðurríkjunum, þær sem að vilja fara í þungunarrof, að þær myndu njóta verndar eiginlega gegn vilja meiri hlutans á viðkomandi stað. Þannig að það verður svona algild. Evrópusinnar á Íslandi halda stundu fram að Evrópa geti veitt neytendum á Íslandi rétt sem að íslensk stjórnvöld geti ekki veitt vegna þess að það sé einhvern veginn hort breiðara á hlutina. Það kannski út frá þessu svona hugsun væri það kannski betra ef að fatlaðir væru að ríki bæri ábyrgð á þjónustunum við fatlaða heldur en sveitarfélögin? Sumir vilja meina það. Ég meina, það væri líka bara forvitnilegt að heyra hvað vilja, hvernig sjá sveitarfélögin þetta fyrir sér. Hvað viljið þið? Ég að spyrja. Við viljum bara að það sé... Vildu þið þetta fyrir 15 árum að fara þetta nær? Ég þekki bara ekki þá sögu hvernig pólitík hagsmunasamtakana var þegar að yfirfærslan átti sér stað. Það sem að við viljum bara að þetta fólk fái viðeigandi þjónustu. Og hvar sem að hún hvort hún að fara að sveitarfélagin eða ekki, en miða við hvernig framkvæmdin hefur verið að þá spyr maður sig vilja þau þetta og geta þau þetta því að það allavega þetta bætist ekki, þetta breytist ekki, þetta virðist einhvern veginn hjakka í sama farinu og kannski meira bakslag heldur en ella. Þannig að manni finnst svona frekar vera ríkari sín á það að það sé alltaf vera að þrengja í rauninni hverjir geta sótt
þú verður að vera, sko, það þarf að vera þessi greining, það má ekki vera sko aldurstengdir sjúkdómar þó svo að fólk sé kannski bara 60, þetta má ekki vera heilatengt því að þá er þetta heilbrigðis, þannig að það er alltaf verið að finna upp eitthvað til þess að þrengja að þeim sem til þess að ýta kostnaði niður á ríkið. Já, og svona beina fólki inn á hjúkrunarheimili sem að hefur kannski bara ekkert þangað að gera. Og er dýrasta þjónustan. Já, og líka bara þegar þú fyrir inn á hjúkrunarheimili þá ertu búin að missa í rauninni allan þennan rétt. Þú, sko, ég meina allín framfærsla fyrir til hjúkrunarheimilisins, þú farð ekki akstursþjónustu, þú farð ekki þessa þjónustu, þannig að það væri bara, sko, í rauninni réttast að heyra vilja sveitarfélögin þetta eða ekki. Og bara hvar er þessu best borgið því að þetta gengur ekki svona. En ég tók dæmi að það sem verið að venda sko rétt minnihluta hópa, að það gangi betur í stærri heldum, en það er ekki endilega þar með satt að sko þjónustan sé betri þegar hún er veitt í mikilli fjarlægð, að nærþjónusta þykir almennt betri eða svona líklegri. En þetta er sikkur hluturinn, að eftirliti með því að ég fái það sem að mér ber, og hins vegar þjónusta sem ég veiti, og það er ekki endilega gefið að það er að vera á sömu hendi. Nei, enda sýnir það sig, sko. Það er kannski gallin í þessu. Já, en að einhverju, þú veist, það þarf allavega einhver vinna að fara fram. Það er sem að því er fundin flötur, sko, hvernig ætlum við að gera þetta? Því að það var hérna, nú sátu við hérna starfsmenn skrifstofu ÖBÍ á þingpöllum þegar atkvæðagreiðsla með lögfestingunni var. Og þar var bara algjör samhljómur að þetta ætti að gerast og að fólki vildi gera þetta vel. Og nú yrðu allir aðilar að sammælast að framkvæmdin yrði sem best. Þannig að nú reynir á og líka það að sko, það er ekki bara nóg að segja þetta í ræðupúlti og fylgja atkvæði sínu eftir. Heldur þá þarf í rauninni, þurfa þingmenn þá að vera með okkur í liði líka að framkvæmdin sé góð. En þessi samþykkt er svona líkari því að vera vilja yfirlýsing frekar heldur en... Nei, nú er búið að lögfesta þennan samning í heild. Þannig að það er ekki bara, sko, þingsályktunir eru kannski meira svona vilja yfirlýsingar. En við erum búin að fara yfir það þó að þetta sé búið að samþykkja þetta og að vera lögum, að þá getur sveitafélagið sagt, já, ég veit að þú átt rétt á þessu, en því miður þá höfum við bara ekki meira fjármagn. Já, nú er búið að, þú veist, nú er allavega ríkari skylda til þess að fylgja því eftir. Þannig að ég ætla svona að leyfa mér að vera vongóð að þannig verði, að því að það er svona betra að sjá aðeins birtu heldur en bara myrkur, sko. Þannig en það sem að ég held að þetta hefur líka náðst í ykkar málaflokki, náðst mikill árangur ef við förum bara 20 ár, 40 ár, 60 ár. Já, en það bara eru við sem betur. Stórkostlegi sigrar á leiðinni. Algjörlega, og ég meina við reynum að fara inn í okkar kröfu þannig að við séum kröfuhörðum samt jákvæð, þannig að því að við erum bara með, ef við erum hamrandi sífellt á lyklaborði þá næst ekki mikill ávinningur, sko, og við viljum vera með, við viljum, sko, koma þekkingu okkar á reynslu því að við erum á vaktinu, við erum að skoða samanburðin hvernig þetta er í nágrannalöndunum og við erum að fylgjast með, við fáum fólk inn af gólfinu þannig að og viljum minna þetta í góðri samvinnu. Þið er nú ekki alltaf kölluð til eins og breytingar á almannatryggingunum að þá voru þið ekki með því og ég held að þið hef ekki verið með þarna fyrir 15 ára þegar þetta var fært til sveitafélagana. Nei, sjálfsagt ekki. Ég bara viðurkenni þekkingarleysi með þar. En nei, en sko við finnum það að auðvitað það er í ríkara mæli sótt í að hafa okkur með og enda kannski endurspeglast að það er betra heldur en ekki. Þannig að við svona viljum það gjarnan og að því að það bara sýnir sig að það er miklu betra heldur en ekki. Herðu, en þessi skýrsla er komið fram, þessi úttekt. Ef að segjum að ég sé mikið fatlaða maður, í hvaða sveitafélagi er best fyrir mig að búa? Já, nú spyrðu bara sem er ógerningur að svara. Hvar viltu búa er hins vegar svarið. Það á að vera þannig, því að við vitum að bara ef að fólk fær að vera bara heima hjá sér og í sínu nærsamfélagi þar sem að því líður best, að þar á að mæta þér. Það getur verið eitt í þessu að því að í fámennu sveitafélagi sem hefur kannski ekki mikil fjárráð þá er það að ef að þú ert fatlaður einstaklingur og þarft mikla þjónustu
þá getur það verið svolítið svona erfitt að það sést á fjárhagsáætlun sveitarfélagsins kostnaðurinn við þjónustu við þig. Þekkir ykkur svona dæmi að þetta hafi svona... Nei, ég held sko... Fólk verið látið finna fyrir því? Nei, ég ætla nú að vona að það sé ekki, en það finnast manni oft sko, þú veist, þessi smærri sveitarfélög vera sko miklu útsjónasamari heldur en í rauninni kannski gengur að gerast í stærri sveitarfélögum þar sem að fólk sko það vill hafa sína íbúa. Ég svona leyfi mér að vona að það sé nú ekki sko, en kannski... Sú menning sé farin að það sé verið að bera hreppsómaga yfir hreppsmörk. Já, ég vona það. Stundum talað þetta meira svo höfuðborgarsvæðinu að sum sveitarfélögin séu svona eiginlega að ýta sínu fatlaða fólki eða fólki sem að þarf á félagslegri aðstoð að halda yfir. Jú, það hafa verið alls konar sögur og svoleiðis. Já, en ég ætla nú að vona að við förum að hverfa frá svoleiðis, en það er það meiri áfyllastómur á þau sem að pólitíkin sem að þar stjórna og íbúum þess samfélag heldur en hinna, en ég ætla nú að leyfa mér að vona að það sé svona að sé hverfandi. Þannig að þið vil ekki búa til svona lista yfir bestu sveitarfélögin svona eins og TripAdvisor gerir við veitingastæði? Nei, sko, við höfum gert svona úttektir á hvernig með svona manngerð aðgengi og það er allt í lagi, þú veist, að vera þá hvetjandi heldur en sko að við séum bara að stilla þér upp í vegg sko, heldur að það sé þá meira hvetjandi heldur en hitt sko. Þannig að ég held að við myndum ekkert græða á því. Að fyrirtæki getur fengið merki út af aðgengi? Já, og við höfum verið að gera það. Við erum með ungliðahreyfingu sem heitir Ung ÖBÍ. Það sem að þau hafa verið að með svona vitundavakningu og sína fram á að ungt fatlað fólk fyrir alveg og skemmtir sér eins og jafnaldrar og hafa verið að veita svona viðurkenningu sem heitir fjólublátt ljós við barina því að fjólublár er liturinn okkar og hafa verið að fara inn á bari og skemmtistæði til þess að taka út aðgengi. Þannig að það er hvetjandi. Þú veist, staðirnir vilja hafa þessa viðurkenningu. Það er ekki hauskúpu. Nei, þannig að við varum frekar þar, sko. Heldur en hitt. Svo er aðgengi náttúrulega alls konar. Við þurfum að hafa hugað aðgengi hér, ekki bara að fólk komist inn í stúdíu til okkar. Nei. Heldur skrifu eða nefnu við þættin okkar inn á til dæmis YouTube þannig að þeir sem eru með lestrarvélar eru blindir. Já, það er bara mjög vel gert. Já, það er mjög vel gert. Það er bara gert, það er bara maður sem að hjálpa okkur við það. Já, það er mjög ríkt aðgengi. Þannig aðgengi er svo margbreytilegt. Já, og nú náttúrulega í þessari stafrænu umbyltingu að þar er mikill skortur og rosalega erfitt. Við tala nú ekki þegar að kannski líka gervigreindin fer að taka við af því að það er stór hópur sem að getur á erfitt með að nýta sér þessari stafrænu umbyltingu, þannig að það þarf að vanda vel til verka þar. Og aðgengið er einmitt ekki bara það sem er manngert í höndum sko, heldur, það er ekki nóg að komast inn, þú verður að geta aðtapnaði inn í og skili það sem að þar fer fram. Og þannig, en það eru margar góðar umvendingar þar. Herðu, Alma-Ýr, takk fyrir að koma hingað og tala þjónustu sveitarfélagana við fatlaða. Já, takk kærlega. En við ætlum að halda hér áfram við rauðborð, við erum alltaf að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.